Já, ég alltaf tilbúinn, klukkan orðin 4 og það föstudagurinn 20. og 2. október 22, rúlletutala hjá mér Já, Mötley Crüe á fónunum og FN Hífum Blöð Var ekki 21? Nei, aldrei 21, 22, 23, 24 Báðum með 22 Já, ég byrjaði að setja hann á þetta gutta á sínu tíma, Chelsea-númerið Já, 23 líka, ekki? Já, 23 stærsta númerið mitt Ef þú lappar fram með mér á rúllettuborðið og stendur 23 nýbúin á þetta þá finnur þú mig ekki betra skapi Það alveg saman hvað gengur á í lífinu og hvað ég nýbúin að tala í síman að þá ég high on life ef það 23 The Lions grjótarðir í kasinónum Já, AC viðbjónum eins og við heyrið þeir eru báði byrjar að tala hérna, það fullur bátur eins og flest alla föstudaga hjá okkur núna Við erum mjög rosalega, gerir allavega ég ætla að tjekka á hínum tveim, ég ætla að byrja fyrirlega þáttarins manninu sem heldur þessu öllu saman hérna með fyrirlega bandið, hvernig ertu? Hörru, ég hef ekki verið betri Það gott að heyra, þú varst nú samt eitthvað vælandi hérna yfir þróttaramerkinu? Nei, ég var bara að segja að Það svolítið grátt yfir? Það ekki bjart yfir Nei, sól ekki 8 í dag Nei, á ég SMS-a mestar Þú getur alveg þóst SMS-an, ég veit hann ekkert að svara sko. Spá að senda á Já, en hvernig okkar markaðasti leikmaður? Ég fyllandi góður og fróandi fínn í dag Já, stór dagur hjá okkur Já, það náttúrulega sko, þú sér það, ég mætti skiptu Já, þetta þú komið þessari nokkur sem maður Ég er búin að fatta það núna, ég held þú ætti 2 skiptur, þú átt 4 Nei, ég ánefnilega alveg svona 30 en ég alltaf bara í sömu 2 Þessi geggjur Mér finnst hún bara þægileg Mér finnst hún ekki spes Þessi ótrúlega flott Ég veit að það er leiðilegt að segja það Pældi hvað þú dónalegu gæi Jú, ok, nei Mér finnst hún ekkert spes, þetta ógeðslega flott skipta sem ég tek þetta bara, hún er flott Ég keypti hana, ég man ekki eins og hvað er keypt hana? Húrra held ég Ég ánægð með skipta Já, hún er flott Ég var að reyna að vera leiðilegu En já, það frumsýningar helgi og það stóra sviðið í kvöld og ef það sko, ef þú ert með nýjan þátt að fara að byrja þá finnst mér nú bara að regla að þú farir í skiptu Oftast er það nýr þáttur eins og stóra sviðið byrja á Stöð 2 í kvöld klukkan 7 Oftast verðum við að detti í það er bara búið svo mikið að gera eitthvað Við erum ekki að fara Ég er að fara á Selfoss bara í einhver afslöpun Já, ég ætla að vera heima upp í sófa með Tasty Fox og ég er 4-5 sortir í honum og bara hafa það kósi Dæla einhverju salgæti í þetta Já, bara sitja og taka smá family time og horfa þáttinn Þetta er rosa vika, nú ekki oft sem að þetta gerist en náttúrulega leynilega á frumsýnt í vikunni og í sýningum í bíó alla helgina og vonandi bara langt fram í nóvember og svo stóra sviðið í kvöld en það að því að leynilega átt að vera frumsýnt í maí en COVID rústaði því öllu Það heitir á að þið eru að frumsýna félagarnir bíómynd og award-winning TV-show á sama tíma Ég held þetta sé bara stærsta vikan á ferlinu Ég held þetta ætti nú bara að vinna saman Já, fólk getur farið í bíó og sér fara bara heim í kósi og sett á Stöð 2 Plus tekur stóra svið Já, það kemur beint á Stöð 2 Plus eftir þetta er sýnt klukkan 7 Hvað er koncept í stóra sviðinu í kvöld? Sko, þetta er hérna Anna Svava og hún Saga Garðars eru í sikkur liðinu og það eru 3 áskorunar í kvöld og þú þetta að peppar þú heyrið þetta Egill, sko við keppum í hvor gerir betri listgjörning sem er mjög opið og mun koma þér óvart hvor gerir betri stuttmynd Öddi gerði Ég er með rosalega stuttmynd þar sem heitir Sauður Ég gef þér það, myndin er geggjuð sem Öddi gerði ég gerði hryllingsmynd og þetta er reyndar fjölskylduþáttur þetta er bara svona soft hryllingsmynd en svo fyrst og fremst aðalatri í þættinum í kvöld Við keppum í hvor er betri töframaður hvor er með betra töfrasjó og það er alvöru töfrasjó með hjálp frá töframönnum og það er fullur salur af fólki að sjá okkur töfra og hvaða töframenn sko, þú veist að ég er búin að stúdera töfrasjó þú elskar töframenn og ég veit að þú Einar Einstakki hjálpaði mér en byrstu fengstu kongi með það Lalli töframaður hjálpaði mér Steindi hringdi Einar Mikael þú ættir að berja þið headshot að fá kongin á söðu já ég er alveg búin að heyri Einari við erum bestu vinir en þeirst þið skrítið Einar Mikael ekki nefnt að hjálpast hann hann var upptíkin Já, hann gerði það enda En hérna, burt sér frá því brjála upptíkin í oktober Já, burt sér frá því Þá hérna eru við báðir Viltu meina að það verið hrósaskiptur? Já, hann var ekki upptíkin Ég ætla bara að segja þetta Þegar þú hefur farið í Vegas Þegar þú elskar gott töfrasjón Þú hefur sagt mér það Ég skal lofa þér Þú ættir að senda okkur skilaboð í kvöld Að þú hafi verið mjög impressed af þessum sýnum Já, ég meni, ég fór í Vegas á David Copperfield setti í risaðal á sviðið, sko það er kannski ekki alveg í David Copperfield dæminu hann í kvöld setti risaðal á sviðið næsti bær við ég get alltaf sagt þér það að blöð er að vinna með það verður stór kassi það er borðið fljúa
Ég er með Ég sjónkværingu ætla ekkert að gefa upp. Það er sjónkværingar, það er allt í gangi Þú ert að horfa á stóra sviðið í kvöld. Það er bara þannig. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Ég er með Rammstein og Hass stundir í mínu atriði. Erðu meiri segja sko, Steindi heyrði í Einari Mikael og hann ætlaði að fá hann til að hjálpa sér. Já, hann gæti ekki. Hann komst ekki, hann busy. braut ekki. Já, og svo reyndi hann að fá lánaðan gallan hans fyrir mig og það gekk ekki heldur. Einar Mikael hatar ykkur sko. Nei. Það var aldrei að fá láta ykkur frá gallan sinn. Hann ætti ekki að hata Fyrsta mig lagi, sko. Ef að töframenn ættu að vera með sko, einhvern pyrring út í einhvern einstakling í þessum þætti þá er það Steinþór og Ég er Steinþór mjög vel séður í töfrasenninni, strákar. Nei, það er lygi. Ég er það og sérstaklega eftir þátt kvöldsins þá mun fólk sjá bara að ég á heima hérna. Ég held að töframenn og trúðar þúlið ekki annars ertu vel Hvernig getur það verið? Ég er töframæður í dag Eftir þáttinu kvöld er ég orðin legit töframæður og ég er nú trúður, þannig að ég er bæði. Varstu þú sagði Einar Mikael á sýningu og hann galdraði penisinn á sín burtu? Varstu hvernig þú sagði hann galdraði penisinn? Það verður ekki verið, ég held að verður meira þegar að koma þetta með hann eins og eitthvað sveski og rúður Krammi vínabröð En hérna hann var upptekinn að Einar hann þegar voru að taka þetta. En Einar er toppmaður, við erum skemmtum með honum á Egilsstöðum. Ég elska skemmtum Hann er minn uppáð sko, ég fíla töframenn. Hann er minn uppáð töframenn. Já, þetta erum við gerum ekki grín á hver öðrum allan dag. Það var rosalegt samt sko á Egilsstöðum. Við fórum á ball með sálinni eftir gigið og það var ekkit rosalega erfitt að segjum að ég ætlaði að fara að leita að Einari. Bara herru, hvað varðum Mikka? Einar Mikk. Ég hefði alltaf getað fundið það því hann labbaði um allar salin með eld í veskinu. Maður sá oft bara út undir sér bara þá var hann barna kannski að tala við einhverja stelpur eða eitthvað. Allt í henni sá maður bara eldveskið. Maður bara, já, það er kallið. Hvernig fer hann að þessu? Svo kveiki þessu veski hann? Já, það veit ég ekki. Það var bara ótrúlegt. Shit, sko. Hann kveikir ekki, það er eitthvað sem hann Hvað er það að segja, kveikja? Ég er með veski, ég get ekki kveikt í því. Nei, þú ert ekki með töfraveski. Nei, þú ert ekki með töfraveski. Hann er töframæður. Þannig að það er töfrasjó og fleira í kvöld og ég lofi ykkur. Þetta er góður skemmti þáttur bara fyrir alla fjölskylduna, stóra sviði. En við erum með, rosalega þátt í dag. Þó ég segi sjálf frá, það er karaoke-keppnin, hún heldur áfram. Já. Herðu. Það eru komið tölur áður í tilkynni hverjir syngja í dag. Erum við komni með sigurvegara? Það er komið sigurvegari úr síðustu viku. Hvorvan? Síðasta föstudag kepptu þeir Frikki Dór og Jón Jónsson. Ég var að fá tölur sendar í hús frá Vísi og það er kóngurinn Frikki Dór sem heldur áfram í næstu umferð. Wow. Það var mjög tæft og það sem er geggjaði svo það voru 8.000 atkvæði. Þannig að helviti mann ekki að kjósa. 8.000 manns að kjósa. Frikki Dór er komin í næstu umferð. Ég veit að þetta er skellu fyrir okkar besta mann Jón Jónsson sem hlustar á þetta. Þeir stóðu sér fáralega vel báðir sko. Báðir sturglar. Jón Jónsson var að taka Adela hérna bara í ruglinu. Það er líka þannig, allir keppendur eru það góðir að það er aldrei. Þetta snýst líka lagaval og fólk hefur greinlega tengt að meira við lagi. En málið það, þetta henda bræður honum illa líka. Það þegar Jón hefði nefnt að koma aftur en ég varst að Frikki nennir ekki svona mausi. Jú, Frikki til. Jú, kannski með okkur, hann er heimakæður. Ertu að segja hans ég erfiður? Nei, ég segja bara að sé húðlatur. Nei, hann er komin áfram. Nei, hann er bara heimakæður. Frikki Dór er komin áfram. Já, ég veist að hann geti fara alla leiðis að keppni ágrís með hvernig hann var senast sko. Og í dag átti að vera Jóhanna Guðrún og Salka Sól en þær hringdu sem báðar en veikar hann við þurftum að færa þessar tvær voru nú að lista í okkur 8 keppi eftir 4 vikur. Þannig að við færðum bara, við svissum þannig að Jóhanna Guðrún og Salka Sól keppi eftir 4 vikur en þær mæta í dag Svala Björgvins og Elisabeth Ormsleff, tvær risa söngkonur með svaða rödd og veistu hverju koma eftir það? Ertu búin að læna því upp? Í næstu viku koma Bríett og GTRN. Þetta er rosaleg keppni og föstudaginn eftir það koma Sverrir Bergmann og Magnificent Magni. Þar eru við með alvöru keppni líka. Það er rosaleg. Það er myndaðum tekin já, þeir eru bara eins og þessu týpur. Já, það var einhver sem sagði að þetta væri svo Arnar og Bjarki á grímuballi í grímubúning. Þeir eru ekkert svo líki sko. Og þeir eru báður rosalega söngur og það er stemning sko. Já, líka Magnificent er sko, þú veist, helmingi betri söngvar á ensku en íslensku sko. Það skilur bara, þú veist, Magnificent að það syngja á ensku rosalega. Það haldið að muni hjálpa Magnificent að vera með reynslu í svona keppnum. Þannig að kemur einn í karaoke-keppni. Það reynda Sverrir Bergmann náttúrulega búin með föstudagsslagi hjá okkur í mörg ár. Já, þú veist, þessi keppni við fara straight down to the wire hann sko. Já, sko, það sem betur fyrir erum við bara eins og ég hef sagt margótt, við erum ekki dómnend sem er gegn. Nei, það er þjóðin kýs. Já, þjóðin kýsir ná bara inn á Vísi og þetta kemur alltaf beint inn en leið og það er búið að syngja þannig að hvað var það margir aftur tótal? Var það
12 Sko, þetta gæti endað í 16 Þetta gæti verið 16 liða úrslit Svo 8 liða undanúrslit, svo 4, svo 2 Já, það er bara mætti að halda að þú hefði fylgst með svona keppnum Skarpuð maður Ég er bara að velta steinu, hvernig við gerum þetta Þannig virkar oftast að fyrir 16 liða úrslit, svo 8 og svo 4 og svo En alltaf að hafa svo eitthvað svona eins og ég oft í svona raunveruleika þáttum að er allt í nú kemur eitthvað svona hei, þessi komin aftur Nei, Hann kom aftur þessi Ekki með eitthvað sem veikur En svo var það, ég verði að gefa hérna Sölkusól props því að hún hringdi sinn veika undan Já. Og hérna ég er nú ekki að gefa henni props fyrir það Nei. En svo þurfti, þá ætla ég að reyna að halda Jónugurinn og fá annan söngur eða söngkonu á móti Jóhönnu Þannig ég þyrfti ekki að fara að breyta því ég er búin að læna upp öllum keppnunum Já. Það voru ekkert margir sem vildi keppa við hana Nei, Við Jóhönnu nei Ég skil það Ég fekk bara, neina, herru, ég er góður Ég skil það þetta bara mjög vel Ég til ég að koma en ekki núna á föstudaginn sko Já, ég skil En svo hringdi Jóhanna sinn veika líka í gær Þú vilja keppa Jóhannu Guðrún í söngkeppni eða? Nei, ég held að það er erfitt Það er sko Það er ekki, en mál er að Salka er bara svo geggju líka Já, þú veist, hún fyrir láta kúlunni líka sko Já, þetta verður, þú veist, þetta verður rosaleg keppni Já, svo erum við með byttu hörðu Ég glemdi mér sem við fórum hérna á vietnamska staðin Hérna með hliðina á fyrirtækinu aðan Og fengum geggjaða mat, ég glemdi að spyrja þig hvað er í Heldur gott. Já, þetta var ríkilega gott Hvað ætlar hérna að vera með í spurningu Sko, ég er að tengja þetta við út af því að þið eru sko Ok, ekki nóg með það þessu veist, með mynd í bíó sem er að gera allt vitlaust Það eru líka með award-winning TV-show sem heitir Stóra sviðið og það er King of the Big Stage Já, stóra sviðið. Þetta er beint tenging við Stóra sviðið Þannig að hérna, svona, hver er kóngurinn þar? Já, Á the big stage ok Já, já. Þú veist, þetta Stenþór eða Þetta, mér finnst þetta samt að vera ósækja Ötti er aðaleikarinn í myndinni, hvernig get ég unnið það? Já, þetta er ekki bara tengt þetta stóra tengist- sviðinu. Sko, ég er búin að þetta tengist ekki bara myndin Já, þetta er líka, já, þetta er the big stage Þú ert ok. alveg, þú getur alveg unnið þetta Já, Svo erum við með þekkið ekki Þið sluppu við það síðasta föstudag Því að Já. Jón og Frikki tóku það fyrir ykkur en Þannig erum að við tilneittir að gera þetta í Já, dag? ég er að fara að hendi ykkur aftur í þekkið ekki Ok. Það var kræfendi Sturlaðar og augljósar, Steindi Þú Já. sagði að þú væri með augljósar í dag Það er hár rétt hjá þér, það eru augljósa staðarindir Brakandi feskar Já. og það eru feskar í dag Og svo ætla Steinun Ólína, stórleikun og okkar besta vinkona að mæta henni í smá spjalla eftir líka Já, nýja systur okkar Þannig að þetta er helvíti þétt hjá okkur og, herru, ég tók eftir einu Ég er nú ekki á hlutabreiðamarkaði Nei, En ég var í heimsókn í gær Hjá, ég ætla ekki að fara að nafngreina einstaklingin Sem er eitthvað nýkomin inn í þetta Já. Fyrsta sem ég tók eftir að Icelandair var búið að fljúa upp um eitthvað 5 eða 6% já Þá fætti ég, seldið þú ekki Icelandair daginn? Jú, Steindi? ég hendi mig þar út Það sé bara svo út í 1.30 held ég Já, er ekki Já, eitthvað, það er er ekki svoleiðis. besta sem kemur fyrir þig Ef þú átt hlutabreiðangstar að Steindi selji Jú, Það verðist eitthvað ég myndi segja að það væri Þegar þú tekur Það væri frábært Ég Ég viðurkenna sá því að úr brefunum Þá fara það bröð Ég viðurkenna, ég var alveg til í að eiga ennþá en að 300-400 skall sem ég tapaði þar en ég kannski vinna hann setna aftur Ég er ekki hættur í bréfunum ég er svona nánast í með annað fótinn úti og ég er bara svona ég þarf aðeins að kynna mér þetta betur og það er fyrir aftur inn á með krafti slappast alveg pottið Já, ég er ekki kannski besti fjárfesti sem hún tala við í dag en ég er að læra Mér langar pína eins og ég ræddi við ykkur í blöðkastinni Getur þetta eitthvað að fara að skoða þetta? Við tókum alltaf fyrir það sem er áhuga á finance og er að hlusta, tókum við rosalegt 55 mínútna spjall við Heiðar fjárfesti Guðjónsson sem er fórstjóri Vodafone og Stöð 2 og við rættum bara cash í 55 mínútur besta spjall cash Og Þú finnur á netinu hann í var dag. líka með bransasögur annað Já, þú læri meira á þessu 55 mínútum en að fara í HR eða HI í viðskiptafræði. En ángríns, Í 3 ár. þetta var geggjað viðtal og þetta er inn á fnifblöð.is þannig að tjekkja á þessu og það er sko það kom nýr frasi mér sem spjallinu þegar hann var að tala um að Eina sem að bögga mig við hennar frasa Ég veit að þú ert eftir að nota hann endalist ég er að nota hann hverjum deginu en það er hvíta hraðlistin Það snjóar það er Það voru nokkur á hvítur hraðlistin Þetta í New York Þetta er nýr ég-frasi fyrir þá sem vinna allan sólarhingin þá voru þeir ofta á hvítur hraðlistinni Ég hef aldrei heyrt um þennan frasa svona með ég-jóði sko. Hvíta hraðlistin? Stykki, lykill, ég-jó, ekki key. hvíta hraðlistin. og sér kýr Herru, frábært Það er það stór dagur í okkur í dag Það er bæði leynilöggan í bíó og stóra sviði byrja stöð 2 Þannig að við förum bara í eina alvöru klassik Egil, hvað er best að laga Bubba frá upphæði? Serbin. Það er hár réttið þær Það er okkar besti maður Bubbi Mortens Serbin Þeir að lusta á FM 95 Blu Og það er komið að slúðri, drengir Gossip. Já, gossip Sko, það er náttúrulega við getum ekki skauta framhjá bara
slúðri sem er eiginlega bara stærsta frétt heims í dag. Það er með okkar uppáhaldsmanni hérna, maður Alec Baldwin. Já, þetta er alveg Eitt okkar uppáhaldsmaður er Stephen Baldwin, sko. Þetta er bróður hans kannski, já, en Alec er hann ekkert eðla sorglegt mjög fljótlega eftir honum og William Baldwin, sko. Ég sé ekki að segja neinum fréttir þegar ég segja að hann þar urðu hérna bara hræðilegt slisa og tökustæða þar sem það voru alvöru byssukúlur í byssunni sem hann var að skjóta úr sem er bara propsbyssa og hérna það var tökukonan lést og leikstjórinn fær kúlu í sig. Já, leikstjórinn, það er enda búið að útskrifa hann af spítala núna. Já. En hún lést hún hérna. En ég veldi fyrir hvernig í anskotanum þetta getur gerst, sko. Helena Hutchins, já, þetta er bara. Nú var ég með propsbyssu í leynilögunni og ég drap engan út af því að það var búið að loka fyrir hlaupið. Já, þú veist, þetta er bara Þetta er bíómynd. Þetta er náttúrulega eru fleiri bíómyndir að núti. Þannig ég veldi fyrir mér hvernig anskot er engin annar höfð. Þetta gerðist í The Crow. Já, þetta gerðist þannig, veit ekki hvernig það var þá var þetta þannig í rauninni að það var notuð, yfirleitt eru notar alvöru byssur með gerfi skotum, sko, til að fá blossan og lætin og svona. Já, með svona blanks. Í Crow var þannig að það var stíplað alvöru skot í hlaupinu, þannig að hún er náttúrulega lúkkar bara tóm byssan. En það var stípla skot í hlaupinu sem fer af leið með þrýstingnum á gerfuskotinu. Ég veit nú að það hefur ekkert komið í ljós hvernig þetta er, en máli er að þetta er bara ágætt að gesta og þetta er ógeðslega sorglegt, sko, líka því að þú veist að hún var sko svo mjög efnileg, sko mikið talent, hún er svona up and coming, sko, þú veist, hún var svona talk of the town að vera bara alveg hjúts og þetta er bara agalegt, sko. En hvernig er jafna menn sig á svona? Ég held ekki. Þú veist, kannski með náttúrulega mikil hjálp og slís og ekki honum að kenna. Nei, þetta er ekki honum að kenna. Mér finnst það sem ég ætla samt að drulla yfir hérna eru fyrirsagnir erlendis, af því að það er svo mikið hérna Alec Baldwin skaut, killed a woman, hræðilegt slís var á tökustæðum. Já, af hverju verið að setja þetta svona upp, þú veist. Eins og Egil sagði, sko, hann vaknaði og sá bara Alec Baldwin killed a woman, bara slís er mjög aftalagi fyrir svona. Það var ekki fyrirsögninni að það hefur verið slís á setti, sko, sem ítur að hérna. En það er náttúrulega allt gert bara fyrir kliks. Já, bara taka nafni hans út úr fyrirsögninni, þú veist, þetta er bara slís á setti og þú veist að ég skil hvert þú ert að fara, en ef þú ert blaðamaður þá náttúrulega þetta er einn stærsta stjarnar heims. Ég held að fólk er alveg klikka á fréttina þó að fólk þarf nú samt að setja sig hans í spór fólks líka. Þetta er bara hræðilegt á allan hátt einhvern veginn og við vorum nú að ræða þetta, við erum svona nettur, við erum að reyna að koma fólk í gýrin á föstudögum, en við gátum nú ekki skauta alveg fram í þessu, sko. Bara með ákveða fréttir, sko. Já, við vildum taka þetta. Og líka sem er ekstra mikil, sko, út af Alec Baldwin er svona anti-gun, sko, hann hatar byssur. Já, hann er farið á móti NRA, sko. Mjög reglulega farið hérna á móti. Hann vil bara, hann hata byssur út af lífinu og enda síðan á að skjóta mannesku. Þetta er ánúrskert. Já, svo spurning, já, einmitt, maður veit ekki hvernig þetta fer, hvernig þetta verður rannsakað, sko, er þetta rannsakað sem sakamál og þá hjá þeim sem sjá propsið fattir. Hvað segir Stephen Baldwin? Kom eitthvað viðtölu hann þetta með hvað honum veist þetta? Nei, ég held að William og Stephen nei, ég held að þeir séu nú ekki að segja mikið. Við veitum að hann var í bæjadóm. Við ætlum að fara einn í næsta slúður og sko farandur sorglegri frétti yfir í þetta er sorglegt. Er þetta lélegast að slúðu svo verið með? Þetta er sorglegt á annan hátt. Sko, þau eru líka, ég sá könnun sem ég langaði að fara inn í líka að Megan Fox og Machine Gun Kelly eru að verða óvinsalustu celebrities Bandaríkjanna. Það kemur ekki óvart. Fólk er komið svona nett nóg á sambandið þeirra og þau eru nýbyrjuð saman. Þau vilja vera on the front page. Þetta leiðir að það par sér kynst. Þau eru í sleika á einhverjum skemmti hátíðum á klósettinu í einhverju leðugölum og eitthvað svona Steindi, fer þetta ekki að búið fulla, þetta samband? Jú, þetta er bara kannski bara það leiðileg bæði að þau vera saman eilíf? Nei Þau bara, þú veist, þau hafa bæði þau njóta góðs af þessu bæði tónlistin hans ríkur upp að því að, minna, þú veist, þótt að eitthvað leið þólið ekki þá klikkar á þetta samt. Og hún fær ykkur hlutverk og hún vil semst að draumurinn hennar er að taka sveppi með honum. Það er svona nýjasta. Að taka sveppi með honum? Já, hann vil semst að hann langar að vera á sveppu með Megan Fox. Hann var spurður í viðtali hvað er svona draumurinn. Já, ég ætla að taka sveppa með Nei, það er ekki
Sveppa dívan Já, með þeim, hann allir komin inn í þetta, það væri weird. Það bara að fara upp á eitthvað ringtorg, náðu eitthvað sveppi og geta þá. Já, veist, ekki þetta ringtorgi, en ég held að þau geta alveg græja eitthvað, Þú týn ekki sveppina sjálf, sko, þau bara kaupa það einhverstaðar. En það var svona, þetta var basically samt í svona leik þar sem var að spyrja eitthvað langar. Þetta er leiðilegt að par Hollywood. En ég náttúrulega fekk, sko, þið skulle passa hvað þið segi, því að við eigum eldheita aðdándur sem að hlusta FNÍ blöð. Ég rakkaði nú niður Machine Gun Kelly hérna í daginn. Á hann crazy fans á Íslandi? Ég fekk, það voru nokkur sem sendur þetta er snillingur og bara hættu þessu kjaftaði og þannig ég stóri ekkert að vera rakkan eitthvað ómikið niður en þetta samband er að ég veit það ekki. Nei, þau eru bara að stela senunni núna í Hollywood og svo bara halda þau áfram við lífið sitt. Bara ef það eru sáttir það er ekki allir ferskir. Talandi að vera ekki sáttur þá ætla ég enda slúðupakkan á Scott Disick. Hann er ekki sáttur þessa dagana. Ég veit ekkert hver það er. Það er fyrirvændi maðurinn hennar Khloe Kardashian, nei Kourtney Kardashian. Það er ekkert lofaði því. Já, Kourtney Kardashian á 3 eða 4 börn með honum og þau voru gift og voru saman. En núna er hún var að trúlofast tónlistamanninum Travis Barker sem var hérna í Blink-182 og það vilja sem þekkja vel til fjölskyldunar það eru allir 100% af því að Scott Disick hélt alltaf að hann myndi enda aftur með Kourtney því að hann bara væri svona pínu að rasa út en hún elskaði hann svo mikið hann hélt svona að hann væri með að cushion sem hann gæti alltaf komið tilbaka til og það er búið að backfire já því að nú er hún bara verulega ástangin öðru manni og er að fara að gifta sig ætlar hún að gifta hans tónum já okkur að eftir að trúlofa hann er vel að tats menn þá Travis Barker Blink-182 spila í brúðkaupinu að flúra sig og þessi Scott Disick hann neitar að vera í sama herbyggju á Travis Barker og vill ekki að börnin síns í kringum hann sem ég held þetta ekki bara svona að því hann er abbo og ekki nema hann haldi hann sé kannski á hvítu hraðlestinni og sé svona ekki vilja ekki að krakkarnir sé svona innan neyslu ef hann er neyslu hinn er nefnilega sko ég hef sé viðtal við Travis Barker hann virkar sem topp náungi já hann er á hvítu hraðlestinni ég lofaði því sko, ég er að horfa bara svo myndina hann er bara, en eru ekki allir á henni á þessari mynd, þessi myndi þegin hennar sko ég get ekki lofa því að Scott Disick hann hefur alveg hoppað hvítur hraðlistina og verið á fyrsta farinni, það er alveg pottitt ég sé myndmöndu á honum í einhverju partíunum sko já, það er svo spurning hvort að menn sé hann var ekkert bara að fá sér ópal sko þar sko nei, það er svo spurning hvort að hann okkar maður Travis, er það ekki í blinkarinn já, Travis Barker hann sé, kannski er hann búin að fara út á einhverju stoppustöð sko já, við vonum það þetta var slúðupakki dagsins hér réttandi við hóðnið karaoke-keppni FNÍ blöð þekkið ekki og okkar uppáhaldsmannskja Steinunn Ólína ætlar að koma hérna í léttspjall en fyrst fyrir við auglýsingar þetta er hún Dua Lipa með lagið Love Again og það er komin góður gesturinn í stúdíóði sem er einmitt mikil aðdáandi Dua Lipa okkar uppáhaldsmannskja Steinunn Ólína verður velkomin já, takk fyrir það, ég veit eins og ekkert fyrir þessi Dua Lipa en ég er einlega mikið aðdáandi hennar týnda systirinn hvernig ertu? Ég er bara fín bara er það ekki? Ætla bara að vera heim í kvöld og hlusta á Dua Lipa og bara í góðum fíling það slakka þess á já. Þú ert búin að taka ring með Steinda í allan dag já við Steinda erum búin að vera að kynna sjónvarpsþáttinn við vorum í bítinu og í brennslunni líka já og svo vorum við heimsóttu við gamla útvarpsstöðina þarna upp á Efstaleiti Rúf líka búin að vera út um allt já sko það er náttúrulega voða skrítið fyrir okkur að fá því í spjallum stóra sviðið því að við erum í þættinum sjálfur sko þannig að en við erum ekki þáttastjórnendur nei, þú stjórnar þættinum og ert þáttastjórnandinn en það sem að mér langaði svona mestilega að gera er að leifa bara sko hlustöndum FNÍ blöð að kynnast þér aðeins og það er eiginlega best að gera það með hraðaspurningum já því að þá þarftu bara núna að hreinsa hugan alveg ég var búin að lofa þér ekki að vera vondur ég ætla að drekka smá sprit komur í möndunar sprita með bálbúum, ég er tilbúin sko, þú getur ekki svarað vitlaust nei þannig að þú basically bara svaraði fyrsta sem þetta eftir hug ok, erstu tilbúin? já uppáhalds matur vatn besta hljómsveit allra tíma Rolling Stones hvað drekkur á djaminu? vatn hvað fyrir mest í töðunar þér? Óheilindi hefur þú nefnt í slagsmálum? já hvað kveikir í þér? a sexy soul sammála þetta er rosalegt var hvort myndir þú sofa hjá Rollu og engi frétti eða ekki sofa hjá hann og allir halda á það að gera það? sofa hjá Rollu og allir halda ég hafi gert það held ég frekar það var þetta ekki
ekki búið Veistu það, ég er reyna að sjá þetta fyrir mér mér þykir svo vænt sauðkindur ég myndi aldrei reyna að fá þar til lags við mig, sko ekki þannig, sko en ég verði til að kúra hjá rollu Já, þannig myndi freka þá ekki gera þá allir heldur að gera það Ég skilji Af hverju ertu ekki með bílpróf? Vegna þess að bara tillitssemi við meðborgara mína þá ég ekki keyrandi á götum bæjarins Og ef þú mættir að hafa leikið aðalhlutverki hvaða bíóm sem hvaða myndir þið fyrir valinu? Dracula held ég Uppáhalds íþróttalið? Á ekkert Ég segi Arsenal af því að strákurinn minn heldur með Arsenal af því að Avans held með Arsenal Kynþokkafyllsta dýrið? Kettir Og síðast en ekki síst hvaða lag kemur þér í gýrin? Yes sir I can boogie Yes sir I can boogie Þú fórst I can boogie Er það ekki það? But I need a certain Getum við að spila það? Það eru fyrirlutnar, getum við fengið að heyra þetta kannski líka? Já, við getum þetta að setja það Sko, besta bíómynd allra tíma Vá Það er ein bíómynd sem ég þykir rosalega vænt sem ég sá ung á kvikmyndahátíð og hún heitir Kría hverfars eða Hrafnin eftir Carlos Saura og það var rosalega sorgleg og hafði mikil áhrif á mig það var svona bíómynd sem hafði mjög mikil áhrif á mig þegar ég var lítil Aldrei heyrt hann eins og Nei Ertu Hefur enginn heyrt hana Nei Þetta er ekki þannig mynd sem fólk hefur mikið heyrt Ertu listaspýra, Steinn? Nei, ég tek mig ekkert mjög alvarlega sem slíka, nei Geggjuleikuna Já, ég er fín leikona Já Ég meina skára væðan og ég er búin að vera að gera þetta sem ég var barn Já, það lítur að vera eitthvað þarna Já Ef við förum aðeins yfir þetta þá hvað drekkur þú? Ég er með æðislegt sjálfsvöld, hvað segir þau? Hvað ég segja, nei ég er drullu léleg leikona Ég var bara rósaður, geggjuð Við spurðum hvað drekkur á tjálminu þú sagði vatn Við spurðum þeim út í þetta á Locarno þá spurðum við hvort að myndir ekki fá þér í glasmjólk þú sagðir að það myndi enginn í kringu þig vilja það Nei, þú veist það er engin eftirspurn eftir því ég sé undir áhrifum áfengi sko. Ég drekk svolítið kaffi á tjálminu mér finnst það gaman sko. Já, þú veist nú bara En sko, bara ég hætti að drekka fyrir 10 árum og mér finnst bara eiginlega ungt fólk á að styrta svolítið í sig en mér finnst bara fólk eftir 40 ekkert verið að drekka mikið brennivín sko. Nei Mér finnst það bara, ég vilt ekki klæða fólk eftir miðan aldur sko. En hvort var það hérna Ég var ekki skemmtileg fyllibita sko. Já, það var þannig, en það var ekki bara þú drakst Nei, ég var bara svona svolítið sorgleg sko. Þú veist, var bara svona og áfengi hafði mér svona þunglindis hvetjandi áhrif á mig þannig að það var engin gleði í því rauðvinni sem ég var að drekka sko. Nei, ég skil. Hættur þú bara að drekka, fórst í meðferð? Ég fór í meðferð. Það er bara að skemmtilegast sem ég gert það var að vera á Vogi. Ég fæst þetta svona heimþrá á Vog. Ég er að keyra þarna og þú segir bara, ég er alveg næstu til ég að detti það bara til að fara aftur á Vog. Veitu, hvernig af hverju? Hvað er svona gaman þar? Það er bara, ég veit ekki, I found my people. Bara svona fólk sem að, þú veist, náttúrulega fólk sem að misnota lyf og áfengi og svo framvegis, það er náttúrulega alltaf í einhverju svona, í einhverju leið að reyna að lækna sjálfsi og lækna einhvern svona sársauka og vanlíðan og svona og svo bara hitti maður bara, þú veist, miljón mann sem er líka fucked up eins og maður sjálfur og það er bara sisters and brothers everywhere og bara ótrúlega gaman sko. Já. Þú hefur lent í slagsmálum, hvernig var það? Heyrðu, nokkur sinnum hef ég lent í slagsmálum, já. Hvað er þetta lent í? Akkur að það lent í slagsmálum? Já, ég var bara svona, ég hef verið svolítið svona trillt á yngri árum. Eitthvað fullorðins árum eða? Nei, ekki. Unglingur? Já, unglingur og sem ung kona. Ég man nú einu sinni eftir því að við Stefán Jónsson, leikstjóri, við vorum nú sambýlingar í London í Galanda og við lentum einu sinni í slagsmálu við breskan leigubílstjóra. Það var mjög eftirminnilegt og Stefán kann mér örugglega litla þakki fyrir að vera að rifja þessa sögu núna. Svo reyndi ég stundum að berja einhverja kærastar mín í Galanda en guðslega voru ekkert af þeim ofbeldismenn þannig að þú veist ég reyndi einu svona að lemja Stefán Karl það var bara eiginlega að finna það sem ég lendi hann settist bara ofan á mig og hló og það einhvern veginn varði ekkert úr þeim slagsmálum Sko, svo fyrir við ég spurði þig hérna áðan af hverju þú er aldrei verið með bílpróf Nei Finnst þér það ekkert skrít? Mér finnst það ekkert skrítið öllum öðrum finnst það skrítið sko. En ég hef reynt að taka bílpróf sko. Amma mín vildi gefa mig bílpróf þegar ég var unglingur og þá fór ég í bílatíma hjá þá frægum bílakennar sem heit Geir P. Þormar hann lét mig alltaf bara keyra sig á okkur að fundi og svo bara beið ég meðan að hann var eitthvað inni þannig að mjög svolítið ég sagði við mér þess að ég hætt og svo þegar við byggum í svo
fór ég aftur í bílatíma setna og þá var ég ófríska barni númer 2 og var alveg kasólétt og bílakennari minn sem að ég ætla ekki að nefna hver sem var frábær bílakennari bæði við, hann sagði við mig sko að því hann vill örugglega ekki að þetta fréttist hver hann hann sagði, þú verður að fara í prófið áður en þú eignast barnið, vegna þess að þér verður gefið séns og því að get ekki bakkað af því þú ert með svo stóra kúlu og en svo bara, ég var svo lélega að bakka, ég get ekki bakka og hann sagði bara, þú verður að fara í prófið áður en þú átt barnið af því þá kannski hleypa þér í gegn bara, þú veist, bara svona aumingapróf, sko en svo bara kom barnið svo snemma ég náði ekki að fara í prófið áður en að barnið fæddist þannig að ég tók ekki próf, En hefur ekkert verið erfitt svona alveg fullt af krökkum, þú átt nú nokkuð börn Nei, þú farið bara í strætó Það farið bara í strætó, þú er ekki Ég er ekki alveg einhverju aumingi, það er bara lappar og tekur strætó En þú, hvernig ferð þú frá A til B? Hvernig komstu hinga? Ég er náttúrulega ferðast mjög mikið með honum hrefli mínum ég nota leigubíla og eftir að hopping komið þá er ég mjög mikið á þeim og það er nú svo heppilegt að ég er alltaf allskáð þannig að það er miklu minni líkur á því ég slasi mig meðan nætur að hoppi heldur en til mér þið allir Já, maður þarf að passa sér á þessu maður fer bara beint inn í næsta runna sko það er bara staðfest sko skjálfest og þinglist En sko hopp finnst mér algjör snilt sko Já, það er heldur þægilegt og mér finnst þetta er svona mér líður eins og ég sé í ræktinni líka þú veist það er svona súrefni og svona auðvitað maður ekki gerir maður bara situr það Já, maður fær bara, þú veist, maður fær vindin í framann í sig og svona, maður líður eins og maður hafi verið að taka bara á Ég veit það Svo hefur maður ekki gerin Nei, ég veit það Þetta er svona fullkomin sjálfsblekking En áður við sleppir, það er stóra sviði í kvöld En hvað er svona framöndan hjá þér? Ertu í leikhúsinu alltaf að fullu? Herri, já, ég bara er í fastræðin í Þjóðleikhúsinu og verð þar í 3 sýningum í vetur og svo náttúrulega var Leynilöggan bíómyndin sem við vorum með því að frumsýnast og þannig að það er nú að gera og svo er ég bara að synda börnum og búi og Finnst þið gaman að leika á sviði? Já, mér finnst það er engu líkt sko Er það skemmtilega heldur en að leika til mig sín? Nei, bara, það er bara allt annað það er bara, þú veist, þetta mómentið að vera á sviðinu með áhorundum, finna feedbackið og komin í að tala hátt og stóra hreyfingar Já, einmitt, vera bara svona alveg svo fíbl einmitt, ykkur finnst það farið einhvern tímann í leikhús ég þarf að bjóða ykkur í leikhús Við erum samt allt og miklu pleppar sko Við erum að vera miklu duglegri Ég hef aldrei leikið í leikhúsi Er það ekki? Það aldrei verið partur af sýningu eða þú ekki nema bara eitthvað svona útskriftaverkefni hjá Dóra eða eitthvað þegar maður útskrifast en við hefum aldrei gert það enginn á okkur, það væri gaman að prófa Þetta er auðvitað sama fæin, þetta er samt allt öðruvísi að standa á sviði Já. Steinun, hrikalega gaman að fá þig Veist, við dyrkum þig og við ætlum að setja hér á lag Egill, þetta titilag Leynilöggu? Það er ekki Dangerous Love? Já, svona, ekki segja semi Það er búin að breyta laginu aðeins þar Já, smá ný útgáfa í myndinni Já, fáum að heyra hérna, Dangerous Love FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárrétt, það er Túborg, við erum með fullan kæla Túborg hérna búi, takk fyrir okkur Slippfélagið og Keiluhöllin sem að færa ykkur FM 95 Blu. Talandi Keiluhöllina, þá er hægt að panta borð, það er náttúrulega Manchester United Liverpool á sunnudaginn og borðapantanir inn á Keiluhöllin, þið getur sendt bara á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Mér finnst þessi lið alltaf vera að keppa. Já, það gerist 2 ári með Majesty Byggarn. En herðu, við þakkum Steinu kjallaða fyrir komuna að styttist í karaoke, en ég ætla ekki að sleppa ykkur, við þekkið ekki, drengir. Það er á síðasta. Ég ætla að setja hérna okkar uppáhalds fólk, náttúrulega skellu fyrir Jón Jónsson, hann sé dottinn úr karaoke-keppninni, en hann getur hugað sig við að hann fær stefgjöld hérna í dagskólanum þekkið ekki. Ég var að vonast til þess að þú myndir einhvern veginn svona gefa þessu frí aftur. Nei, þetta er okkar besti liður þessa dagan held ég, svo ég með þá. Er það að vera virtasti liðurinn eða? Nei, það verður alltaf sturlaðar, hún að vera með okkur í 10 ár. Hvor ekki vil fara fram undan? Ég er að spá að gera það. Mér finnst það mjög fínt eins og þetta hefur verið. Ég fyrir fram og þú rífur plástur af og, er það ekki? Það er ekkert svo erfiðar í dag. Já, ég veist, minnst þetta þetta er skemmtilegu liður, það er mestan ógeðslega erfið, drullaði bara fram. Það er óþægilegt að drullaði fram. Ég er að labba fram. Ég ætla bara að ljúka á þess, ég bara, veist bara rugglaður? Nei Ekki segja að drulla sig fram. Nei, bara því stressast upp þá var ég dónalur, afsakið. Herðu, erst þú tilbúinn, Egill? Ég veit það ekki. Svona fyrst við erum bara 2 hérna, hvernig ertu? Ég hef ekki verið betri. Það er gott að heyra. Svo nýr. Gott að heyra. Þá skulum við bara byrja þennan dagskáli. Fyrsta spurning, hvað er það fallegasta sem einhver hefur gert fyrir þig á árinu? Á árinu? Já, ég var að spáði að hafa þetta bara, hvað er það fallegasta sem einhver hefur gert fyrir þig? Já. Þá er þetta svona, því að má ekki segja börnin. Nei, má ekki segja. Ég er veltaði að finna mér svona
Hvað er búin að gera á þessu ári? Já, þú veist alltaf, þú veist, ári byrjaði og þá eru bara eitthvað í COVID og einhverju. En er það algengt að gera eitthvað fallegt fyrir þeim? Já, þú veist bara, mér veist bara fallegt þegar að, þú veist, fólk stoppa fyrir mér þegar að þrenging á vegi og hleypi mér, sko. Það er fallega að gera, sko. Ég þarf ekki meira það, þá er ég gleðist ég, sko. Það er ekki mikið til að gleðja mig, sko. Hann að, sko, það var eitt moment á tenni þegar ég lá á bekknum og ég var búið með cold refreshing beverage. Það var mjög heitt og ég var að hugsa ég ætla að ná mér einu viðbót en þá kemur þjónninn akkurat að segja mig would you like another one? Og ég var bara hílikur meistari er þetta þessi þjónn? Það er það fallegasta sem hefur gert fyrir árun að einhver þjónn kom og bauði bjór. Og ég hugsaði bara þetta er einhver toppmaður sem ég kynst sorglegt lífmaður. Þetta er einhver mesti því líkur Guð mig góður. Ok, þegar þjónnin kom með bjórin á tenni þetta er næsta svar sem ég heist það er bara hvað er fólk í kringu það að gera? Ég þurfti ekki að standa upp sko. Nei, að þetta skulle vera fallegast sem einhver hefur gert fyrir árunni. Það er bara, it breaks my heart. Ok þá fyrir við næstu já, ef þú mættir hafa sungið að sami hvaða lag sem er í heiminum wow. Og ég ætti bara það lag og ég var að fá öll tekjur já, sterkjart og fólk kannski að bóka eða eitthvað svona sko það er bara eitthvað lag sem þú dýrkar þú elskar að hafa samið það og sungið það ég væ, sko, lag sem poppar hann upp fljótt er How Much Is The Fish með skúter já, það er, sko, fyrsta lag þú ekki heyrt þetta lag, sko, þannig að þú veist ekki eins og hvað lag ég er að tala um, sko ég hef heilt How Much Is The Fish með skúter sko, ég vil ekki vera rakkan í skúter því hann er að spila á 10 ára afmælinu okkar núna í maí en þetta er ekki gott lag þú hlýtur að þetta er alveg lagið ok, gerum mig greiða spilum þetta lag og eftir og horfðu svo augun á mér eftir það og segja þetta er ekki gott lag þetta er ekkert eðlilega gott lag okay, þannig að þú ætlar að segja það já, How Much Is The Fish hvað ætlar hann myndi giska á hann myndi segja How Much Is The Fish hann er að horfa á punktana lofa þér þið finnst þetta ekki flottasta lag alltaf að tíma samt þetta er ekkert eðlilega ég hlusta á þetta lag hvað var þetta til þess Rain Over Me það er ekki frekar vilja að hafa samið það það er ekkert eðlilega gott lag líka sko þá var það næsta hver er þinn styrsti tími í beddanum of all time já sirka helviti þreytt spurning hjá Blondell þetta er eina ég ger mér svona í langa tíma það sé krefjandi ekki þú mannst það nei, ég meina þú veist mannið, stærlega hver tók tíman já, enda saði ég sirka já, og þú veist já hálf lag kannski hvað er það, 2,5 já, sko, hvað er eitt lag það er oftast 4-5 mínútur já, það er ekki jú, 90-120 sekundur, eitthvað stöða þar setja 120 sek svo er það síðasta ef þú mættir vakna sem hvaða manneska sem er í heiminum í dag hvaða manneska er þetta fyrir valinu wow þetta, ég sá hérna gamla trailer á Quantum Leap mannst þetta þeim þáttum þá vaknaði hann alltaf sem einhver annar í dag mjög skemmtilega þættir vinsælir hérna kring 90 eitthvað sko ég er svona bara að hugsa ok, hvern vil ég vera ykkur er þetta Hollywood-leikari, er þetta athlete er þetta ykkur musician, hver var þetta gaman að vera ég er bara eitt sólarheng já, eitt sólarhengur sem að færa að vera unni manneskja ég var til að vera Rúrik Gíslason í sólarheng hann er living the goddamn good life hann er ekki að vakna á mótnuna og fór að vinna á einhverju lager sko nei hann er ekki með þetta, hann har aldrei haft að day job aldrei á ævi sinni ekki heldur LeBron James neitt svoleið sko það langar ekkert að jú Leonardo DiCaprio ekki með fullir vinning fyrir Rúrik ég held samt að þeir séu bara eitthvað að chilla Rúrik alltaf gera eitthvað entertaining shit sko. hann er alltaf í Þýskalandi og rúndar á milli alltaf einhverju talkshows og þú veist LeBron er bara heima og horfa hann er bara í Playstation ég nenni því ekki nei, ég ætla ekki að fara að taka þessu aðrið Rúrik Gísla ok, þá máttu senda steindaðinni yes setja hérna lagið í byrjun þess að hækka þessu fallega lagi okkar steindir þetta bara labbaðinni það er skrítin svör já við vorum svo lengi, var þetta erfitt? nei, við vorum bara eins að tjata ert þú tilbúin? Partí frammi já, alltaf að vera partí frammi partí þetta á föstuðu núna það er partí út á stóru sviðinu ertu ready? já hvað er það fallegasta sem að manneski hefur gert fyrir á þessu ári? ég ætla að hafa þetta bara ever en svo fannst með það eitthvað svona
ever bara þessu Þetta er nógu erfitt Fallegasta sem einhverju er gert fyrir mig Ég er ángríns bara svona smá tómur þú veist, sem ég er nú ekkert oft Já, Ég sko það er alveg oftar en þú heldur sko Ég nenn ekki ég nenn ekki að vera eitthvað þú veist, konan hún eldaði og gerði svona, þú veist, ég nenn ekki væmið Hvað er að fallegast það sem þú gett fyrir þig? Ég ætla að segja að fallegasta, þú veist, það kom líka á réttu momenti fallegasta sem það var nú bara í þessari viku sko sem er að líða það var þegar ég stoppaði í pulsuvagninum í Skeifunni og konan sem var að afgreiða hún gaf mér pulsuna og sagði bara svör hjá okkur Nei, sko máli er að ég var bara frí pulsa í Skeifunni það var álag og ég var svona bara að stoppa alltaf að fá mér pulsu og var að drífa með ykkur svona og hún sagði eitthvað svona fallet skilur, það er gaman að fylgjast með ykkur og hún oft, ég er ofta að sko grípa eitthvað skilur, ég er alltaf að grípa eitthvað út um allt og svona þessa on the house og ég bara, nú, takk fyrir það það er nú ekkert oft frí pulsa í Skeifu Ef þú mættir að hafa samið eitt lag og sungið það bara mættir velja hvaða lag sem er hvaða lag var það? Týnda kynslóðu með Bjartmar Guðlaugs Þessi að skýrlétt og eiginlega bara eitthvað lag með Bjartmar Guðlaugs Þú með þess að gæti sungið, þetta hefði alveg getið verið þitt lag eða þú væri svona Já, ég hef sungið það með honum Erfitt fyrir til að segja Halo með Beyoncé eða eitthvað Já, en þetta, þú veist, þetta er mitt uppáhalslag Næsta, hver er þinn styrsti tími í beddanum? Já, það hefur verið bara það hefur ekkert verið það ég veit hvernig það var hvernig var það? Það var bara nýlegt eða? Nei, það var bara 10 ára ungur bara og það var oft, sko ég ætla bara að segja þetta þú veist, auðvitað er það bara kemur stundu fyrir að maður er á undan áallinu þú veist, það kemur bestur menn það var þegar ég misti Sveindón það var bara það moment Og hver var tíminn? Sko ég man allavega ég veit það að Pottet 7 var á samplatan og lagið Paparazzi með Exhibit mannst þetta því? Já, eitthvað svona en okkur að segja það, já, veistu hvað fór það langt inn í lagið? Að því ég man það ég man þetta bara því að lagið byrjaði var byrjað og svo þegar aðtöfnin þessi fallega aðtöfn á búin þá var lagið alveg ennþá í gangi já þannig ég þetta er hálf lag já, þetta hefur verið bara tæpa 2 mínútur sko 120 sekund já, sko, ég jafnvel að klína einhverjum sekundum á mig sko bara ég myndi segja kannski jafnvel bara 1,5 mínútur sko 90 sekund en þú veist, ég skammast mín ekkert til það Nei, fyrsta skipti Voruð þið par? En bara vinnir, já Og eitthvað sem þið ákvaða að gera bara sem vinnir já, svona eiginlega sko, það er svona þannig sé Já, gerðu það eitthvað mann aftur eftir þess að 90 sekund? Já, kannski aðeins sko en við skulum ekkert að krefja þetta Nei, mér finnst óþægilegt að tala um þetta gaman að því það er ekkert óþægilegt, skilur við fullorðinn maður, en bara svona Ef þú mætti vakna sem hvaða manneskja sem er í heiminum í dag Já Hvað myndir þú velja? Myndir vakna bara morgunin og líka þessu kontin líp hérna að meil Sko, ég myndi vilja prófa að kona af því að ég er kall Já, það er ekkert að segja með það Nei, þú veist, ég myndi vilja prófa það Já, og eiginlega hvaða kona sem er bara sko ég myndi ekki vilja prófa bara þú veist, ég get eiginlega mammaðinn ég myndi vilja vera mammaðinn Þú færði ekki velja hana, það var bara mamma þín Nei, ég myndi vilja vera mamma þín Nei, Jú ég bara gef ekki leif á það svar Þú færði ekkert að vera mamma mín Ég má vera að segja hvað sem er Ég myndi vilja prófa að vera mammaðinn í þetta Nei Akkur ekki, ég má alveg segja það Hvað, Hafdís Sveinsdóttir? Já, ég myndi vilja prófa að vera kona í þetta, eðlilega Já, mér finnst bara eitthvað óþægilegt og sért hún Akkur? Allt í Ég ætla vona að baði þig Það farið í sturtu eins og annað fólk Daglega Akkur ætti ekki að Já, hvað, svo næstur þú hittir hana, veistu allt Nei, ég segi akkur ætti að sleppa því að fara í bað Já Þú veist, ég myndi Það myndi ekki að setja mamma mín Veistu hvað, ég myndi nú samt kannski sleppa því að tíminn er naumur og það er 1 dag, þú getur hún sleppt sturt í 1 dag Og hvað myndir þú vera að gera?
Já, þú veist, ég myndi bara prófa að vera kona og ég myndi bara vilja prófa það, skilur við. Og hvað ætlar að fara að tengja mig eitthvað nýtt þetta? Já, sko, ef ég væri mamma þá myndi ég alveg 100% taka mjög erfitt símtalaði. Það þú veist, alveg bara pottið, ég myndi nýta með það, já. Æja, við erum fáum Egilinn og sjáum hversu vel þeir tekja hvort annan. Fannst þetta ekki gott svarið? Nei, ég var ekkert alltaf hrifin að þessu. Ég heyrði það, akkurat svona leiður yfir þessu svari. Þú heyrðir okkur. Var það setið skammar það? Nei, hann var smá rifrildan í síðustu. Sko, Egill, ég spurði Steinda hvað að fallegast sem manneski hefur gert fyrir á þessu ári og hvað heldur að svarið hans hafi verið? Sko, það lítið gerst á þessu ári, einhvern veginn. Já, samt að koma nóvember. Já, veist, það var COVID-ár og maður gerði ekki neitt. Nei, fólk nýbyrja að ferðast og ég held að sé bara þú veist, þegar að, þú veist, frúin fór með honum á hlið í London eftir kjöpmyndahótelin í London. Þetta er ekki rétt Upp á hóteli. Shit, hvað er leiðilegt að spila Ég er að opna mig. Ég er að opna mig með þetta. Því að það var geggju helgi. En þú veist ekkert að það hafi gerst. Reyndar er mjög erfitt Ok, ég gef allir það mjög erfitt að giska rétt inn í þessu. Já, ok, ég sko Var ég nála því? Nei, varst ekki nála því að hann fekk fría pulsu skeifin daginn. Já, sko Fría pulsu skeifin. Og fallega hverju? Já, fallega hverju. Frá hverjum? Frá bara starfsmanni? Steindi, hvað heldur að Egill hafi svarað? Hvað er að fallegast það sem manneski hefur gert fyrir hann á þessu ári? Það er 0-0 þá. Ég ætla að segja að hann er ekki búin að svara. Hrós fyrir framistöðu hans í leinlugunni. Nei, það var á tenni þegar kom þjótt með bjór til hans og hann var rosa heitt og bjórinn var rosa kaldur. Það er 0-0. Úf, þetta var að svipa slæmt bara á mitt. Steindi, ég ætla að byrja þér núna. Ég spurði Egill ef hann mætti hafa samið eitt lag og hvaða lag sem er og sungið, hvaða lag hefði orðið fyrir valinu hjá hann. Ég ætla að segja að það sé lag með Scooter og það sé hérna Where's My Fish. How much is the fish? Já. Það er rétt. Ég vissi að hann myndi geta þetta maður. Þú veist þú einfaldur. Ég sagði það á How much is the fish var rétt. Ég vissi að hann myndi geta þetta. Já, ég bara bara þekki mig bara vel. Stelpunur okkar koma á Laugardalsvöllin. Eru allir á völlin maður. Landsleikur í kvöld. Já, þá var bara 1000 með að farnir. Herðu, Egill, það er kannski líka því að ég hlusta stundum bara þegar þú talar. Egill, hvaða lag hefði Steindi vilja hafa samið? Nú þarf ég punkt sko. Hvað er upp á þess? Sex on the Side með Verve. Græla bara að googla Það er ekki, þú veistu hvað lag þetta er eða? Hefur þið heyrtið minn artist eða eitthvað? Með Verve. Sko, Jón Jónsson var reyðuð dag. Þú verður að fara að svara alvöru. Ok, gott með eitthvað alvöru svar. Ekki Sex on the Side sem þú skræla að googla hvort það væri. Ég hef aldrei heyrt það lag, þannig að ég hef ekki. Nei, ég er sem mikill Verve aðdáandi. Ég held að ég vissi ekki eins og hverju var. Ég held að hann bara googla þetta og fengi bara, já, það er til lag sem heitir Sex on the Side. Hann er bara með eitthvað lag með Rottweiler Það er ekki landfræði, hvað eru upp á slæði hans? Það er gott gísk, sann. Mörg góð lög með þeim. Pass. Týnda kynslóðin. Anskot, Bjartmar Guðlaugs. Veit það, hversu hægur er ég? Jesus Christ. Hver er styrsti tíminn hans Steinda á betanum? Sko, Þú átt punkt núna. já En Steindi þarf að vera hreinskilin hana. Ég var mjög hreinskilin Já, hann sagði hvenær gerðist það. Ég fór bara í dítela, sko. Já, ég held -4 sekundur. -4 sekúndur? Já, sko, þá meina ég Það er sko ekki byrjað. Nei, þá meina ég hann er að gera niður úr sig. Hann er hálnaður að gera niður úr sig. Ekki komin úr buxunum og náður hámarki. Þannig að hann fór ekki svona stað. Nei, já, þú veist, að það peppaður, skilur. Hann er svo gæn í hana America Piloty, mun ekki því það? Nei, það er Já, Munið bara, ekki? ég skil alveg hvert þú ert að fara með þessu. Þetta er Mætti ekki rétt. þið það? Jú, ég man eftir þessu. Já, Nei, ég er svona, þú veist, veit hvað áttu við, skilur, en ég man ekki eftir andriðinu. Hann var ekki. Var það rámt það? Já, Þú varst ekkert langt frá þess. Það var 90 sek. Það var eitthvað svoleiðis, já. Já, inn í mitt lag Steindi, ég spurði Egil að sömu spurningu. Hvað heldur að svara hans að veri? Þú Ég komst í ætla- 2-0 og eiginlega brunnið þetta. Ég ætla að segja að það hafi verið mjög svipaðu tími og sem ég sagði. Já. Ég ætla jafnvel að segja að þetta hafi bara verið, þú veist, ég ætla að 2 mínútur. Það er hár rétt, 120 sek. Er það? Öðla góður þessu leik. Ára síðasta Skyggna. spurningin, þú mætti vakna sem hvaða manneski sem er í heiminum í dag. Steindi, hvað heldur að Egil hafi sagt þar? Ég ætla að segja að hann hafi sagt
Ég er að hugsa hvort það sé pakka mér saman. Sko, málið þarna kemur þess að nú ætlum ég að koma með Steindi, það valmöguleika segir mér að þú er aldrei bara verið það spenntur og rífa niður buxurnar og náður hámark. Já, það gerði Nei, ég held ekki, en ég man alltaf ekki því. En málið, ég ætla að segja hérna, sko, Matthew McConaughey kemur til greina hérna sko, bassvöndirinn líka eða Pitbull jafnvel Það geðu ekki rákist Já, ég Þú ert ekki á réttri leið. Nei, býttu ég Ég hugsaði þetta allt saman sem er að segja, sko. Í einn dag, við erum eitthvað manneski einn dag Ég hugsa mig langar að vera með því með kvæðana, sko. Já, ég ætla Það er bara heima að lesa bækur að segja Rúrik Þegið, þá varst að hlusta. Nei, er það rétt það? Já. Hann er ekkert eðlilega góður í þessu leik. Þú sást að ég var lengst fram á gólfið þarna Við frammi. þurfum eiginlega að taka tíman á hann frammi. Það er þrjá punkta. Giska hrúð Hann gætt how much is the fish. Hann var með sekundin í betonum og Rúrik. Þetta er samt að eina sem þú talar um. Ok, nú ætla ég að koma með a comeback. Það er bara 3-1 er ekki hræðilegt. 3-0 er hræðilegt. Hver vildi Steindi þér í einn dag? Sko, nú þarf ég aðeins að nú legg ég Þetta metna er vel gert maður. Ég tók sensa með síðast. Ok, hvað elskar Steindi út af lífinu? Þetta er ekki það, sko. Nei, nú er ég að hugsa. Ok, hann elskar töluleiki, hann elskar bara óvalla mat og elskar að reyka við. Þannig að landakös er strax upp. Ég held að landakös væri sterkur hana. Svo elskar það samlíf. Þannig að þetta er annarkvæmt landakös eða eitthvað klámönduleikari, sko. Hann sagði mamma mín, sko. Svo Einhver legari. Sko, hörðu, ástæður fyrir að þú ert að vinna og ég er completely honest í þessu leik. Þú ert mamma þig. Sko, svöruð þín eru bara hræðilega. Þú ætlum að fara í auglýsingar og svo. Hann fekk 3 púnta, hvernig getur það hræðilegt en giska á þetta Ég var samt ekkert að grína. Hvernig þú giska? Já, það var mamma þig. Mínus 4 sekundur. Þetta er annars þetta. Var ekki til að landakös? Nei, ég væri meira til að vera mamma Akkur ætti að vilja vera Já, landakös. hann er bara heima, drakka landa og spila töluleiki. Steindi elskar það, sko. Já, ég get bara gert það á morgun. Það er frí á morgun hjá mér, ef ég myndi vilja það. Það held ég kæri hlustundur hér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, drengi, við erum að peppast vel upp núna. Já. Afur að viðkynast því að það eru komnar 2 dýfur hingað í stúdíóið. Elisabeth Orslef og Svala Björgvins, verið velkomnar. Takk. Og velkomnar í karaoke-keppni FM 95 blöð. Oh my. Ég kýsa að kalla þetta söngvakeppni. Já. Stæðstu söngvakeppni landsins, söngvakeppni af nýjum blöð. Þú vildi meina að karaoke væri svolítið svona, finnst ykkur það niðrandi orðstælspur ef ég spyr ykkur? Nei. Karaoke? Ég elska karaoke. Karaoke bara ógeðslega legendary skemmtana. Svo skemmtilegt, sko. Er ekki sett press á ykkur eða er karaoke eitthvað starf að þið verðið að syngja? Jú. En þú veist, já, ég tengi karaoke við það að vera fullur ykkur staðar og ég fyrir að teka lag. En þetta eru sko, þetta eru bestu söngvara landsins að keppis að kemni. Já, sem ég dyrka. Það er svona ákvað ég að kjósa að kalla þetta söngvakefni. Já, það er líka svo gaman að fá alvöru söngvara og söngkonu til þess að syngja hérna fyrir okkur einhver fræg lög. Nú ætla ég að spyrja, af því að Frikki og Jón, þeir voru ekkert stressaðir. Eru þið stressaðar? Nei, við erum alltaf ótrúlega góð vinkonur, sko. Já, Ég er svo ok. gaman að hún sé að því, þú veist, ég er náttúrulega var þjálfarinn hennar í Voice, sko. Já, geggja. Back in the day. She's my voice baby. Þannig að þetta er the mentor og the teacher. Nei, mentor og Nei. mentee, eða hvað segir Nei, maður? hérna, er það ekki... Lærlingur og lærifæður, lærimóðir. Ég ætla ekki að reyna að tala ennsku þér. Það sem er erfiðast við þessa keppni er að önnur eitthvað dettur út. Þetta er bara, þetta er helviti hart. Hver velur það? Fólkin á vísi.is. Það eru hlustendur sem farin að vísa Almenningur. Ok, núna er ég stressað. Og kjósa strax Ég eftir. held að þetta væri bara eitthvað flip. Já, við tilkynntum það hér í byrjun þáttar að Jeez. Frikki Dór komst áfram úr síðustu keppni. Ok. Jón Jónsson satt eftir ykkur. Æ, elsku kallin, hvernig líður honum? Hann er góður, ég heyrði í honum. Hann er bara ferskur. Já, hann sagði ef einhver átt að vinna þá var það bróður hans. Já, Ég já. myndi eitthvað keppni þar sem Jón Jónsson er að dett út í fyrstu lótu. Þetta er alveg keppni sko. Þá er þetta Ég er svo ekki svona keppnismanniski, það er hræð. Ég ætla bara, þetta er bara svo gaman, það fer við alveg saman hver vinnur. Ég er En alveg er það að spila hræðileg. á svona, ekkert keppniskap? Ég bara, þetta er ekki í mér, sko. Nei. Ég er svo mikið svona eitthvað, ég veit það ekki. Bara Ert þú svo eins þar, gaman. Elisabeth? Sko, Nei, hún er smá keppnis. Já. ég er smá keppnis en ég er samt aldrei fúl. Nei, ég Nei, skil. nokkulega. Þú veist, mér finnst ógeðslega gaman að vinna Já. en þetta á meira við bara, þú veist, borðspil eða eitthvað. Þú veist, Ég ef við erum í gef svöru mín þar. Nei, Ég er hættu. Já, hræðið. þá get ég ekki Þú spilað veist við. ekki vera með mér í liði, sko. Þú veist ekki fara að taka spil með blöð og fjölskyldur hans þá, sko. Það er ekki lofa því. Það er ekkert margir sem þóra því. Eru þið búin að velja lög? Já. Ok, þá er eiginlega bara sko stóra spurningin. Hvorekar, sko þið þekkir reglur. Það eru, nei, ok, sorry. Maður heldur einhvern veginn bara að allir þekkir reglur. Hlustið ekki á okkur eða? Jú, en ég bara, þetta er nýtt. Já, Þetta hefur aldrei verið áður. ég veit það. Reglurnar eru þið þurfa að syngja að minnsta kosti 2 mínútur.
Þannig við megum klára lagið. Þið megi klára það, Já, já, já. Þið ráðið því alveg sjálfar. En allavega 2 mínútur. Og svo er eiginlega bara stóra spurningin hvor ykkar vill byrja. Mér er alveg saman. I don't care. Nei, á ég að segja það bara. Já. Hvor á að byrja, drengir? Ég bara Svala, Svala getur byrja. Svala, þú byrja? Ok. Þá, sko, þetta er mjög heimlislegt. Nú lappað þú bara hérna yfir til mín. Og nú kveiki hérna á, ég er nefnilega svo góðu tæknimaður, nú kveiki hérna á Kariki græjunum okkar. Ég veit ekki hvaða lag hún að fara að taka. Nei, það er bara komið hérna, sko. Hún ætlar að taka. Þetta er alveg rétt tóntegund og svona. Rétt tóntegund? Nú veit ég ekki, sko. Ég fór bara að vita, þú ætlar að taka Power of Love. Blöð getur ekki svarað því sko, því miður. Hvort sé rétt tóntegund, ég veit ekki eins og hvað það er, sko. Já, lower key, auðvitað, herrið, maður sé að. Sko. Svala, hvaða lag ætlar að taka? Er ekki drífur på þessu nett? Nei, þetta er bara svona. Já, nú má þú segja, hlusta ekki hvað það ætlar að taka. Já, ég ætla að taka The Power of Love með Celine Dion. Shit, hvað það er vel valið maður. Það er ekkert verið að Það er upp á slæðið mitt. Þetta er óslega skemmtilegt lag. Já, Rosaleg powerballada. Ert þú tilbúin? ég sé Celine Dion aðdóndur nummer 1 sko. Ég líka náttúrulega, sko. Nei, ég Ég er það. syng samt ekki oft launina, sko. Þetta er fyrsta En ég skiptir er þetta sem ég er að ánægður. syngja þetta opinberlega Bara- svona Celine Dion eitthvað. Já, bara, takk. Þá byrjum við þetta. Ok. The whispers in the morning. Það þarf að hækka músíkina. Svala, þetta grínast. Þetta Þetta er gaman. Þetta var bara störtlað. Þetta var þessi keppni. Ég elska þessa keppni. Mér finnst svo gaman því við erum oftast bara einn að tala að Steindi sé að gera það á hlið og eitthvað. Svo er bara komið alvöru listafólk að syngja þættinum okkar og ég dyrka. Hvernig náðu það að koma þessi inn í alla dagsum? Þetta er bara einhvern veginn það sem er rætt í þessu þætti. En Svala, störtlað. Þetta var alveg Gæsaf. Þið fyrir Elisabeth, ég menna hún er náttúrulega styrd. Já, ég dyrka hana. Og Elisabeth, erst þú tilbúin? Þetta verður erfitt. Já. Hvaða lag ætlað þú að taka? Heyrðu, mitt er ekki jafnþekkt, Ok. bara ekki nærri því. Ok. En þetta er sérstætt uppáhaldssöngkona mín í öllum heiminum. Ok. Hún var ekki út plötu, hún heitir Jebba. Jebba? Hafið þið heyrt um hana? Nei, ná, stafa að jeppa. Amazing. Ok. Stafa hún- að jeppa. Ég myndi fara, já, Usulun E-B-B-A. Já. Jeppa. hún heitir Abby, þetta er nafnið hennar aftur á bak. Það veit ekki Já, hvað sniðugt. þetta er rosalt taka lag með einhver sem engin veit hvað er. Jeppa, ég fíla það. Hún er Þú þarft að vera gæðvögg söngur til þess að syngja dóttina, sko. Já, Já, ég er bara mjög spenntur. stelpan sem vann hérna söngjöndi framhaldsskólanum daginn, sönglaði með henni. ok, veistla. Eða sáu það. Ert þú tilbúin? American. Þá kemur Elisabeth ingað og ég ætla að sjá hérna um tæknimálin og sjá, býtu, já, ég ætla að henda þessu Jeppa. hérna, þetta komið inn. Hleypa ekki svolítið hátt, það var alveg lágt. Já, ég setja alveg upp í botnuna. Já, sko, ok. Og ég ekki hérna, Standardin í þessari keppni er mjög hár. Þannig að Jeppa er American singer and songwriter. hún er, þið verðið að tjekka á henni Já, helst ég- spila dótiðina því hún er, Já, ég er svo spenntur að heyra lægið. ég myndi segja að hún væri bara eina bestu söngunum alheims í dag. Wow. Já, en pæli, það eru margir sem er að fara að heyra þinn flutning samt á undan hennar sem er geggja. Það er enda pínu kúl. Það er mjög gott. Á okkar hlustendum. Á okkar hlustendum. Herru, hérna, Má ég sitja á þessum stól? já, að sjálfsögðu. Ég er með greindagliðina. Ef hann er satt nei hana. Nei. Elisabeth, þetta er minn stók. Það setur enginn í hann innan mig. Það má ekki. I feel so special. Ert þú tilbúin? Ég er tilbúin. Ok. Herru, á bara. Þetta er Jöfull, eru þið góður að syngja, maður? Sko, þú ert svona 10 svona betur að syngja heldur en pappið þeim var í fótbolta. Þetta er bara. Og þið báðar, ég var með svo mikla gæsáð. Bara Þetta er, sko, ég er svo fegin að við séum ekki að fara að kjósa. Ég myndi aldrei geta dæmt neitt. Nei, veist, við getum það náttúrulega ekki. En þú veist, ég er bara svo fegin að þetta er bara, nú fer þetta bara einu vísi. Já. Og við bara pælum ekki í þessu fyrir næsta föstudag og fáum við niðurstöður. Nú er þetta komið beintinn og vísir og ég bara vorkinni hlustendum að þurfa að. Sko, ég tók síðast, ég ætla að gera aftur núna. Ég líka ekki, ég ætla að hérna, kjósa einu svona Símon með einu svona tölvunni. Þið fáið báður atkvæði frá mér. Já, ég gerði það sama síðastu Jón og Frikka. Maður getur að melli bara, það er rosalega Í þessari keppni dettur engin lúser út. Við getum alltaf orðað að það er alltaf einhver kanóna sem þarf að fara og Já, svona er þetta. Þetta er bara gaman. Já. Það er gaman að Nákvæmlega. syngja. Í næstu viku er það sko GTRN og Bríett sem að Já, ég meina, keppa. hvernig ætlar að velja á milli þeirra? Já. Nákvæmlega. Svo er það Sverri Bergmann og Magni. Þannig að það er nóg Við framöndan. erum með basically bara the best söngur á landsins. Þannig að Jóhann og þetta Salka er standardin er Já. rosalega Þetta er hár. erfitt, Já. já. Stelpur, það var heiður að fá okkur inga. Svo tilkynum við bara næsta föstudag hvor sigur. Þetta er samt, þú veist, ég var að fatta þegar ég var að horfa á báður.
hvað maður er ógæðslega lélugur að syngja. Við erum reynd að taka karaoke hérna í þættinum og maður er eitthvað eins og bara, ég er ekki eins og að reyna, þið er bara Þú ert góður að taka krít. Góður að taka Já, krít. þú ert, hérna, with arms wide open With arms wide open. Hann er bara að mastera það. Við viljum ekki vera eða þetta sterkur heiður að fá okkur. Takk fyrir að koma. Þetta er The Weeknd með Save Your Tears. Við okkur stelpunum aftur kella fyrir komin að hinga í stúdíóið. Það var erfitt að kjósa. Já. Báða geggjar. Og það var erfitt að kjósa síðast líka. Frikki Dór og Jón Jónsson. Það var Frikki Dór sem að hann var fyrstur í áttalið úrslit í karaoke keppni F95 blöð. Já, What a great honor. En er þetta þá þannig að segjum að það sé núna, við erum svona búinir með keppninu og komin í undanúrslitin. Áttalið úrslit minna. Áttalega. Er þá Frikki að fara að keppa við annarkvort Elisabeth Sölu eða við Dregið? Ég hugsi dragi bara. Já. Og það er ekki svona sanngjarnast. Já, það er gott. Sko, klukkan er hún er 25 minútur í 6. Helvítir þetta fljótt að liða. Það er hellingu sem eftir að gera Fyrir hérna, fyrir það sem er að hlusta okkur núna bara í ræktinni í ykkur spilningtíma Á mánudegi klukkan 7 morgun á mánudegi Já. og vilja kjósa googliði bara hvort syngur Elisabeth Ormslev eða Svala Björgus betur í karaoke og poppar upp fréttin á vísi og kjósi, thank you. En þetta er inn á vísi núna á forsíðu. Rétt, þetta er á forsíðu. Hlusti í beinni, en við ætlum að fara í býtu hvað, það var spurningin Já, sko, út af því að þið eru að frumsýna award-winning family show Skrítið alltaf að segja award-winning, það er ekki eins og búið að sína fyrst að þá og sko, hérna, þið eru að fara sameina sko, ég get tilt mér nú eftir með grislingin og alla bara og horta á enn þátt, er það ekki? Það er ekki staðan? Það er bara þannig. Já, þannig að hérna, það er ég er peppaður. Já, og hvað, King of Stóra sviðið? Já, því að þetta heitir Stóra sviðið, það ekki? Já. Og King of the Big Stage. Já. Þannig að hérna við bara hendum okkur í þetta félagarnir. Við erum aftur running out of time klukkan 20:06, hvað gerist þetta? Sko, marga liði eftir, sturlaða staðarindir, augljósa staðarindir, hellingur eftir. Bara, hefur þið fengið sviðskrekk á stóra sviðinu? Já. Það er gæst. Já. Og hvernig höndliði það félagarnir? Hvað gerið þið þá? Það er ekki að gera neitt annað en að bara kýla á það. Það er svo leiðis? Já, ég fæ mér sem þá sviðstrekk bara þegar ég er að visslustýra. Það væri ekkit gaman að þú væri ekki með smá svona í magan maður að ferja á sviði. Kýtl í maga. Já, smá kýtl, en þið vil ekki panika samt það, ekki full-blown panic. Næsti sviðstrekku sem ég fengi á aðeins var rúglega þrúum að skempa þjóðutíð í fyrsta sinn. Þá var ég bara, það var að líða yfir mig. Ég gæti ekki tala með neitt og bara með leið illa. Bara physically nauseous. 20.000 manns. Það er staðista svið sem hún ferða á, held ég sko. Það er, já, oft fengið sviðstrekk. Og sko, talandi um það, hvort sviðið finnst þess stærra, stóra sviðið á þjóðatíð eða skeiðvöllurinn heima hjá þér? Stærra hvernig þá? Já, sko, því að, sko, sumi kalla beddan stóra sviðið. Aldrei heyrt það? Aldrei heyrt Jó, það er hellingaliði. Það eru gat verið að þið myndi taka bara, ég er ekki bara fólk. En hvað er spurningin? Hvort finnst þér? Hvort sviðið finnst þér stærra, þjóðatíð eða? Já, þjóðatíð. Og það er sko, þessi menn segja það mig, ég var að tala um menn bara svona lagamenn og svo, þeir segja ofta að þeir eru ofta undir mestu pressunni, einmitt, í beddanum. Það sé stóra sviðið, sko. Ég hef aldrei heyrt þetta. Þú ert að búa þetta. Nei, ég held að þessi enginn að hlusta sem kallar það stóra sviðið. Það ekki. Nei, ég ætla að vona ekki. Og hægt að breyta nafninu á fjölskylduþættinum okkar í eitthvað svona kjafta. Og mér finnst líka agalegt þetta kallaði skeiðvöllurinn. Já, bæði bara hræðilegt. Þetta er bara svefnherbyggi. En byrju, fær maður stig fyrir að segja þjóðatíð? Já, þú segir, ég var ekki að ákveða hvort þú stig fyrir hann, sko. Sko, ég ætla aðeins að hugsa. Það er bara sérna, hendum okkur áfram, ég með svolítið margar, sko. Ég hefur farið heim með Gellu. Röltin í Sveitanbergi, í engunum á slopp og sagt: Fröken, ertu velkomin á stóra sviði? Nei, það hef ég aldrei gert. Því ég vissi ekki eins og þú myndi kalla þetta stóra sviði. Það er alltaf spurningar svona, því að þá bara cancelum þessu kjafta. Þú veist að við erum að heyra þetta í fyrsta skipti. Mér var stóra spurningin eða heldur skemmtileg. Sviðstrekkur, ég ætla að vera að fara meira í eitthvað svona. Já, ég ætla að verði. Nei, svo er þetta núna bara orðið að Svefnherbergi er stóra svið. Hvað kjafta er þetta? Ok, svo þetta er síðasta sem ég myndi segja, held ég. Steindi, þú sagt þetta? Nei, ég sagði nei líka. Ok. Úff, ok, þetta getur verið brekkar í dag. Er þetta allt svona? Já, sko, ég myndi ekki segja allt svona. En svona því ég renni yfir til fljótu hérna núna meðan ég horfa, jú, það er eitthvað annað. Já, komdu það með eitthvað eðlilega núna. Þegar þú ert komin á stóra sviðið, ertu að stundu bara í einn og sömu stellingunni? Það sem er að syngja. Já, þú veist. Stundum. Ég meina, nei, maður lappar svið.
Hann er ekki að tala Já, ég ætla ekki að muse him. Ég ætla bara að hugsa þetta alltaf til stóra svið. Já, bara sem þáttin Já, nei, og bara, þú veist, þú ert á stóra sviðinu að syngja á þjóðatíð eða þú ert bara einhverju leikveit Já, eitthvað. Nei, já, Steinþór, já, ég er já. oftast Það er á hreyfingu. Sko, nú er eðlileg spurning heldur það hjálpa þér í stóra sviðinu þegar þú ert að dansa þar að þú ert með geggjum moves í beddanum? Hvernig þið eru með Þú ert búin að eyðileggja. Nei, þið eru með þið eru að dansa í þættunum Ég fíla að þú væri að tengja þetta þáttin í kvöld og svona en þú ert bara eyðileggja Nei, hlustið út af því að margar konur ég lesi miljón viðtöl þar sem að konur og kallar segja að fólk sem kann að dansa er gott í beddan það sem ég var að segja og þið er að dansa hann ég er bara að bedda, þetta er bara rannsóknir sko Ég held að það bara tengist ekki neitt en ég ætla að hjálpi til Nei, ég held ekki Nei, ég held ekki heldur Það er svo stutt í grænatakkan það trúið ekki sko Ég er að finna eitthvað sem 10 years of tökum ég er að finna eitthvað sem þú ítir ekki beint og grænatakkan sko það er 4 eftir sko Það er eitt eitt sko ekki eitthvað meira tengt sviði Já, svo þegar þú segir það sko ég er svona Ok Sko Finnst þér líklegt og verðir á stóra sviðinu heima Þú veist þessi erfitt að bera það spil Finnst þér eðlilegt að verður á stóra sviðinu heima í aksjóni að horfa á stóra sviði í TV at the same time Það mun aldrei gefast Ég hugsa að segja síðast sem að kona mín væri til að taka þátt í Strögglegar, á ég að segja reitt Þátturinn er síndur 18.55 Svo er þetta að taka hann stöð 2 plus En þú tækir hann ekki línulegri þá getur þú hvernig fara gillingarnar og svo Ég veit ekki maður alltaf náðast komið úrling sem svapna á helga Heldur við sjöum bara eins og hérna American Psycho bara horfa sjálf okkur og 1-1 sko Já, þetta er lélasta keppni sem við verðum með þig Já, svona líður þannig í augnablikinu Þú mátt koma meina loka Þetta er svo hólnýtt og það næri ekki nokkra sko En þetta er þetta ekki sko þetta er ennþá bullandi lífi sko það er 1-1 sko það er skemmtilega við Þetta er ennþá bullandi lífi Ok, hefur Gella sagt við þig Er þetta allt svona kynlífsteint? Þetta er ekki allt kynlífsteint sko Þetta er ekki allt hannig Nei, ok, hefur Gella sagt við þig Hefur Gella sagt við þig Já, ok, wow, shit Jesus Christ Steindi Junior er ekkert að grínast þegar hann gefur mann á stóra sviðin Já Ég fæ alltaf ekki stig Ég held að Steindi fá ekki stig heldur Þetta er ekki Sko, þetta er bullandi á lífi hann með það er 1-1 Já, Steindi, þú getur unnið Þú getur verið king á stóra sviðið og segir já þarna Hvað er að þessu manni? Ég er ekki að döga, hvað er á? Sko, ég fattaði bara þegar ég byrjaði þetta var helvítið mikið eitthvað neginn tengt hérna Af hverju? Finnst þér? Ég er svona eftir á hyggja að ég er sammálaðist Við erum bara að byrja með þátt Hefur Gella sagt við já, ok, wow, shit Jesus Christ Steindi Junior er ekkert að grínast þegar hann gefur manni á stóra sviðinu Þú varst að segja þessa spurninga Ég veit Ég baði bara áttur Já, ég ætla að segja þetta Ok, nú er þetta síðasta bara Síðasta Hefur þið farið á biffan og kvíslaði eyrun og Gellu Nei, þetta er bara gott Nei, það er allir feskir bara Ekki bara, ok Kvísla Til að mikið með stórmeistar í aðtöfli, Steindi Já, þetta var bara flott bara Það var bullandi af Rexona FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Það er Slippfélagið, Túborg og Keiluhöllin sem færi þær FM 95 Blu og sko, það er búið að fresta Sturluðum staðrindum í 2-3 vikur. Það eru bara 12 mínútur eftir að þættunum ég ætla að enda þetta á Sturluðum staðrindum, drengir. Það er bara þannig. Já, eftir þess að þvælu þína að náðan og þú eru aðeins að fá smá eitthvað reality hérna. Það ætlar að kasta augljósmyndir strætómenn. En ég á bara að hæpa upp stóra sviðið fyrir ykkur í kvöld sko. Já, takk fyrir það. Ég veit ekki hvort stóra svið þú varst að hæpið. Nei, það var alltaf skrítið. Herru, svo reyndar má minna á það að við verðum í Eiríksfell á morgun klukkan 15:20 eða ekki. Já, sko. Á 12 plus sýningu, þannig að þið erum að fara með krakkan ykkar í bíó. Grislinga sýning. Já. Við erum að mæta og helsa upp á liði. Eiríksfell, þannig að þú ert með grisling og vil ég hitta Hörð og Bússa og ætlum að kíkja þarna morgun? Nei, ekki, spurning, ég verði mitt á Selfossi í kvöld og það er uppsett þar sem er stemming. Það er enda lust á 10:30 sýningun á Selfossi, en við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir og fyrsta hérna er þið tilbúinir? Já. Það eru yfir 500 manns, meðan þetta áhugavert, það eru góðar nafni í dag.
Það er yfir 500 manns búið að láta frista sig í vonum að geta vakna aftur þegar það komið lækning við því sem að þau eru með. Byrju, ekkert mál að láta frista sig það? Já, greinlega fyrst er bara 500 manns múin að gera það. Ég er ekki Walt Disney, hann er ekki fristun og fleiri. Já, það er alltaf frist ykkur. Þetta er bara svo Demolition Man. Það er Demolition Man er enn einum hlutum rétt. Já, það er samt, fólk er ekki örugt að það vakna aftur samt, sko. Og þessi búið að láta frista sig. Já, en það voru kannski komið samt með það er búið að reyna þetta á dýr og það hefur gengið. Ég veit að láta frista mig og vekja mig svona 300 ári. Það eru allir bílar fljúandi og... Já, það er enginn sem er einna lifandi núna sem myndir kvartingu yfir og hún myndir láta frista í 300 ár. En hefur einhver manneskja sem var frist verið vakin? Hefur einhver manneskja... Nei, bara dýr. Það er aldrei prófað að vekja neitt sem er núna fristur? Ekki samkvæmt þessu, nei. Það var þetta frista svo bara aftur, skilur? Þetta er frábær hugmynd, sko. Það var þetta kanna núna að vekja Walt. Besta hugmynd ég heilt, sko. Af þíðan og svo frista hann En aftur. það er náttúrulega ekki komið lækning. Ég held að þetta sé... Nei, bara svona aðtöða hvort það virki, skilur? Svo er það næsta að þetta er eitthvað Egill sem að þú eiginlega gerðir í dag af því að guttiðin var kolvillis í nótt að sannfara þig að þú hafi sofið vel þó þú hafir ekki gert það getur gefið þér búst og minka þreytu þannig að basically ef þú ert mikið að hugsa bara ægi hvað ég svaf illa þá verður þú fyrir vikið þreytur en þú getur logið að heilanum mér Já. Þú ert ekki sjá sleeping schedule í símanum mínum eftir nóttinni nótt, sko. Þú ert eini maður sem ég þekki sem ert með sleeping schedule í úrinni. Nei, ég hef bara aldrei áhuga að sjá það. Grislingur er vaknaði klukkan 3 og leiði mér ekki að sofa aftur. Ég vaknaði 3. Pínánaði með Já, þú veist alveg Þú sefur ekki náttúrulega, sko. Nei. Ég get ekki fengið vorkun frá Steinþóri. Það sefur aldrei. Hann misti eina nótt úr, sko. En hvernig ég er að hugsa svo mikið þetta fólk sem er að frista sig. Mér langar svo að tala Mér langar að frista mig bara á morgun þess vegna, sko. Ég verða að gera þetta, sko. Já. Verðum við ekki að gera þetta? Jó, ekki heyri Kári líkt að frista okkur, það ekki? En minna, þú veist, geta það allir eða þarftu að vera bara multi-billionaire? Ég gruna þetta sé eitthvað rándýrt Já, þú átt eitt kann að cash, sko. Þegar þú þarfst að geima þig, staðar. Þú er bara hendi í herbyggi í your mansion. Ég segi það, þarf að vera inn í einhverju svona lab. Ég held að þetta sé 500 mann sem að Áttu fristi? Nei, árendar ekki fristi. Hvað er það að fara að skrýða hún í hann? Það er ekki að fara að henda þetta í einhverja hvíta kistu, sko. Það þarf að vera eitthvað svona dæmi. Meðalstærð á tippi í gír er 12,7 cm. Í gír? Já, sem sagt í standi. Það er rosalega að segja í gír. Kallar það stampinu að vera í gír? Já, þetta er glæð, ég hef aldrei hert þetta áður, sko. Nei, ég veit það. Í gír? Já. Herru, svo er það næsta. Selenophile er sá sem að dyrkar og lifir fyrir tunglið. Það er með svona pínu skrítið. Hann ætti að bara koma til Íslands, það er alltaf myrkurinn. Lifir fyrir tunglið? Já. Frábært líf. Já, sem sagt bara, nánast bara dyrka tunglið. Já, bara dyrka tunglið. Núna bara er það að sjá þetta, strókar? Ísland er draumastaði fyrir Selenophiles. Tunglið er Þetta kæft að þessi hitt, ég call bullshit á Selenophiles. Já, tunglið er skemmtilegt. Dyrka tunglið, hvað dyrka tunglið? Já, ég get sagt eitthvað hverju dyrka ekki tunglið. Hundar get ekki hort á tunglið. Þetta vissi ég ekki, við átt 3 hunda. Er það, en þú beiniði mig átt á tunglinu? Það horfaði bara eitthvað annað. Horfa frá, viljar ekki sjá tunglið? Nei. Það er heldur spes. Já, ég hef átt 3 hunda og aldrei þetta getur. Dýr En skynja þú heldur hausnum bara föstum og beinur hann við átt á tunglinu. Hvað ætlar hann að gera? Loka augunum með eitthvað. Fer hann í stopp, hundurinn bara, hjartastopp. Fristir hann og getur læknað hann fyrir að búið að laga þetta. Herðu, Frakkland er með 12 tímabelti, mest af öllum löndum í heiminu. Þetta komur óvart, Frakkland er nú ekki það stórt landið það. Það eru 12 tímabelti. Já, ég tippaði 1. Já, ég hef skotið á 1 líka. Við erum á kolröngu tímabelti. Við ættum alltaf að vera með 2. Það Russia væri kannski með 12 en ekki Frakkland. Hvað kæft það er þetta? Svo er síðasta gáfubönn eru líklegri til þess að verða drykkjuboltar heldur en heimskbönn. Þá hefur ég verið klárt badmaður. Nei, ég held að þú sett bara undirtekningin sem svona reglun eitthvað neina. Þú varst ekki heimsbönn. Nei, það getur ekki verið. Þú veist, við félag þetta er ekki, við fáum okkur. Þú veist, þó að sé líklegra þá þýðir það ekki að bara gáfubönn verið drykkjuboltar, sko. Það voru líklega. Nú spyr ég ykkur hvað þessu var kæftæði. Tunglið, það er 100%, sko. Selenophiles fólk sem dyrka tunglið. Ok, hvað segir þú, Sneidi? Ég ætla að segja að þetta sé held ég að klár bötsi eitthvað drikkveldri. Ég kaupi það ekki. Nei, það var með hundana. Hundar geta alveg hort á tunglið. Ég var að sé mér með þetta, sko. Hvað er þetta að gera? Tunglið var inn í þessu. Já, Selenophile. Hvað er þetta að gera, sko? Heldur þið stípnu upp að vera steini? Já, okkur er sögðu þig. Ég get lofað ykkur allir sem er að keyra hérna á Suðurlandsbrautinu fötti bara. Hundar horfa á tunglið. Ástafrið við vinnum í útvarpi félaginu, sko. Það getur verið að hárin rísi og spángóli eða eitthvað. Þeir geta alveg hort. Ekki það þessum. Herru, það er eiginlega bara komið að lokum hjá okkur. Stór helgi, það er Manchester
United Liverpool sem nú sennilega stærsti leikurinn á árinu hjá Íslendingum. Erum við ekki að fara þykir, við verðum þykjari á United þar. Vonum það. Það er þetta að fara og panta borði í Keiluhöllinni. Hvet allar til að kíkja á leikin. Er ekki að taka leikin og couple of beers og eitthvað? Kíkja á Sítjó. Þú veist ekki, menn það er ekki United Liverpool greifst helgi, sko. Það er rétt, sko. Svo ég er endur að fara í kósi stemmingu. Ég er að fara hérna á Selfoss í kvöld og ætla að kíkja þar á leinilöguna klukkan 8. Já, ætlar að koma celebrity appearance á leinilöguna. Já, það er stemminga og senda mér það uppselt á sýninguna. Ætlar að segja eitthvað, ætlar að fara upp á svið og... Já, ég ætla kannski að taka bara eitthvað svona smá en ekkert eitthvað brandara eða. Svo erum við náttúrulega á morgun líka. Já, það er fólk að hlusta sem er með grislinga 15:20, Egilshöll á morgun. Hvenær byrja leikur eins og? Hann er á hérna 15:30 á sunnudaginn. Já, sunnudaginn. Þannig að sko... En ég ætla að gista á Selfoss líka. Hvað heitir aftur staðurinn sem við fórum að borða þegar við vorum með hérna á kótilettunni? Tryggvaskóli? Já, það er ekkert Tommy Cruise, kongurinn, hann á það sko. Það er góð matur þar. Við það byrja líka fólk sem er að fara leinilöguna, sem fólk sem var leinilöguna í kvöld og morgun á sunnudaginn. Repost skills er komin í gang. Þannig að ef þið takkir mig, þið fáið repost. Ég er alveg fullir það. Það er bara hljóma vel. Þessum fallegu orðum hans Egils repost skills er komin í gang. Ætlum að kveðja ykkur við minnum á blökkasti sem verður í mynd á þriðjudaginn. Og eins og við komum inn á fyrri í þættinum og þá er rosalegt viðtal við Heiðar forstjóra Vodafone og hann er bara basically að kenna fólki hvernig á að græða pening. Já, þú læri meira á þessu 55 mínútum en í 20 árum í viðskiptafræði. Við erum að fara að hitta hlustendur eftir klukkutíma á skjánum. Slettan klukkutíma. Stóru sveinu, það er helviti margt við munum plugga hérna í restina en það er komið að lokum. Það er ekki að gera hjá. Og ef við heyrjumst ekki næsta þriðjudag þá heyrjumst við vonandi næsta föstudag. Góða helgi og ég bara hafið það gott.